Þetta er verkefni 20 plast á blaðsíðu D8. Þetta er uppsetning á ritgerð með kaflanúmerum, töflum og myndum. Og það er sýnishorn á næstu blaðsíðu og eins á heimasíðunni minni. Það er stærra sýnishorn heldur en í bókinni. Ég ætla að byrja á því að fara hérna fyrir framan hvað er plast og setja útlitskaflaskil. Það fer ég hér í layout, breaks og next page. Og athugið að hafa kveikt á entermerkjunum þessu hér, þá á að standa hér section break next page. Ef þið ýtið á Ctrl og Enter þá getið þið sem eru föst síðuskil og gætuð þið lent í vandræðum þegar þið farið að setja inn blaðsíðunúmerin. Og ég ætla að breyta heading 2. Það er hér og breyti heading 2 hérna. Ég ætla að hafa 12 punkta letur og ég ætla að hafa bil á undan 6 punkta. Það er hérna í format og paragraf. Það er 6 punkta hér og 3 punkta á eftir. Og OK. Og OK. Og síðan ætla ég að breyta heading 1 líka. Ég farið hérna og breyti hér eða farið hérna modify og ég ætla að velja 14 punkta letur á heading 1 og síðan fer ég í format paragraf og þar ætla ég að velja 0 punkta undan og 6 á eftir og ég ætla að stilla heading 1 þannig að hver kafli byrja á nýrri síðu. Og fer ég hér í line and page break og haka við page break before. Að koma föst síðuskil sjálfkrafa á undan hverjum nýjum kafla með fyrirsögn á fyrsta þrepi. Ég segi OK og OK. En þið athugið á undan fyrstu fyrirsögninni hvað er plast, að þær eru útlitskaflaskil. Og fyrirsögnin á að vera hérna á heading 1, þessi hér. Hún er í 14 punkta letri. Ég var búin að merkja aðrar fyrirsagnir og hér er komin 12 punkta letur á heading 2. Síðan ætla ég að setja stigskipt númer á fyrirsagnirnar. Þá fer ég hér í multilevel list hérna og ég vel þetta útlit hér. Athugið það. Heading 1 hérna. Þessu hér. Það er að fara aftur í þetta hérna, vel þetta hér. Þá koma kaflanúmer. Þetta er kafli 1, kafli 1.1, 1.2 og svo framvegis. Og ég ætla að fara í view og velja navigation pane. Sé ég hérna fyrirsögn 1, 1.1, 1.2 og svo framvegis. Ég ætla að vista.